En á Alþingi í dag var rætt afskriftir og fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og þar komu fram skiptar skoðanir á því hvort eðlilegt sé að útrásarvíkingar komi að uppbyggingu fyrirtækja sem þeir hafa þegar keyrt í þrot. Þá hafa ýmsir hvatt til þess að lífeyrissjóðir fjárfesti ekki í fyrirtækjum sem stjórnað af mönnum sem hafa valdið sjóðunum tjóni og þar vísað til útrásarvíkinganna. Þingmennirnir Magnús Orri Schram og Tryggvi Þór Herbertsson ætla að fara yfir þetta og þeir eru sestir hjá Helga. Velkomnir, báðir tveir. Tryggvi, ég sá haft eftir þér og þú sagðir raun á Alþingi í dag að auglýstir eftir einhvers konar svörtum lista og ég ber þá að skilja þig þannig að því að þú leitir nú inn í þetta þannig að þú viljir ekki setja neina skorður við því að þessir útrásarvíkingar eins og oft hefur verið kallað fyrir eigendur fyrirtækjana þeir hljóti einhverja fyrirgreiðslu í bönkunum. Sko, ég held að svo skoðun sem ég hef á þessu að þetta ferli allt saman, endurskipulagningarferli, að það er að vera gagnsætt og það er að vera gert í jafnræðis og það er að vera sanngjarnt. Síðan hafa verið að bætast við hugmyndir að það verið að uppfylla einhverja sérstaklega siðferðisstaðla þegar er tekin ákvörðun að hleypa mönnum að því að eignast aftur fyrirtæki sín. Og það sem ég var raunverulega að benda á var að þessi siðferðisstaðlar, að það er mjög erfitt að setja þá og þeir geta leitt til þess vegna þess að siðferði manna, það er ekkert eitt siðferði til og það er enginn eitt siðferði staðal til og það getur leitt til þess að það verður farið að mismuna mönnum og við sáum þetta verðið í dag að það sem eða hérna í fréttum áðan, það sem var viðtal við formann Kennarasambandsins, það sem Kennarasambandið er búið að lýsa því yfir að hagar, að lífeyrissjóðirnir mælast til þess að lífeyrissjóðirnir fjárfesti ekki þar, en aftur á móti í lagi að fjárfesti í Bakkavör. Og þar er komin einhvers konar mjög óskilgreindur siðferðislegu staðall sem ég skil ekki alveg. Þannig að ég held að þetta sé svona hættuleg braut að fara inn á og geti leitt til þess að það sé svona leiddir fram menn sem eru þóknanlegir og aðrir sem eru síður þóknanlegir. En það að ég vil eitthvað sérstaklega fara að semja við einhverja útrásarvíkinga eða hvað þetta heitir allt saman að það var nú raunverulega ekki það sem ég var að segja. Sko. En Magnús Orri, þú hefur verið að tala og hefur birt greinir eftir því það sem þú ert kannski ætlast til þess einfaldlega að þetta verði gert og vilt að þessar reglur að það verði skert á þeim minnstakosti. Er einhvern veginn mögulegt að gera þetta? Nei, sko, fyrir það fyrsta þá getur enginn handvalið hverjir eiga að fá eignast fyrirtæki og hverjir ekki og ég held að við Tryggvi séum algjörlega fullkomlega sammála það að við ætlum ekki að fara í þá stöðu. Stjórnmálamenn eiga ekki að koma nálægt því. Allir eru saklausir sem sekt þeirra sönnuð. Við búum í réttaríki og við skulum fara eftir þeim leikreglum. Ég held að sé mikilvægt að við reynum að búa til einhvers konar ramma og ég veit að bankarnir hafa sent sér einhvers konar vinnureglur hvernig byrja að haga þessum skuldameðferðum og ég held að sé líka mikilvægt að þetta ferli skuldameðferð fyrirtækja eigi sér stað fyrir opnum tjöldum og þá er mjög gott að fara inn í til dæmis opið hlutafjárútboð eða eitthvað slíkt. En við stöndum hins vegar frammi fyrir þessum álitamálum, það er annars vegar höfum við kröfu almennings sem segir bara alls ekki útrásarvíkingar aftur í stjórn fyrirtækja og hins vegar höfum við kröfu bankanum sjónarmið þeirra endurheimtur verða væntanlega betri á okkar peningum ef við hleypum viðkomandi einstaklingum aftur að fyrirtækjunum. Og við höfum að hafa það í huga að viðkomandi einstaklingar eru þá væntanlega algjörlega búin að missa allt sitt eigið fé en eru þá komið með nýtt eigið fé. Og þarna togast á tvö sjónarmið og það, ég meina, og ég hef þá bent á það í minni til ræðu í dag að bankarnir eiga þá að taka tillit til eins og ég vil kalla orðspors áhættu. Það er að segja, bankinn á að taka tillit til orðspors einstaklingsins þegar ákveðið að hann fái þá aðganga fyrirtækinu aftur því að það má meta það orðspor til einhverja fjármuna. Og hvernig getum við farið að því? Með þeim hætti, segjum svo að fyrirtæki fari í hlutafjárútboð og eins og Kennarasambandið tók afstöðu gagnvart einu slíku í fyrri vikunni og að þeir höfðu ekki áhuga á því að taka þátt í þessu hlutafjárútboði. Það er að segja, þá er bankinn væntanlega farin að horfa fram á það að hann er komið peningarlega mælikvarða á það ef hlutafjárútboðið tekst ekki og við sjáum fram á það að stofnanafjárfestarnir, lífeyrissjóðirnir ætla ekki að taka þátt í því, en þá erum við komið með mælanlega áhættu. Það er að segja, það er peningarlegu mælikvarði á þetta orðspor. Því að mun þá væntanlega hlutafjárútboðið verða ekki ganga vel og þar að leiðandi getur bankinn þá einhverju leyti metið þá
orðsporsáhættuna í þessu tilviki. Það nú það sem ég verið að benda á, en nota bene, við þurfum að hafa það í huga að við lifum í réttaríki og við getum ekki farið inn, hvorki ég, Tryggvi eða aðrir eða ráðherrar í ríkisstjórn og ákveði hverjir eignast fyrirtæki. Við eigum að reyna að hafa skýrar og gagnsæjar reglur. En má ekki alveg snúa þessu þá bara hreinlega á hvolf og segja, býta af hverju, sko ef að menn eru hugsanlega að hafa réttarstöðu grunara, eru til rannsóknar, þá einhver ástæða til þess að vera að semja við þá á meðan? Sko, hver á að njóta vafans í þessu? Það þeir sem að sæta kannski ásökunum alvarleg brot, eins og margir af þessum mönnum gera, þó að það sé kannski ekki endilega verið að semja við þá, eða það þá sko almenningur sem hefur óskað eftir því að þetta verði ekki nákvæmlega eins aftur? Hvernig metið þið það? Þetta er ágætis punktur og þetta kemur inn á raunverulega þessa reiði sem í samfélaginu út af hvernig fór og hverjum það var að kenna og annað slíkt. En það eitt sem við verðum að hafa mjög vel í huga. Segjum sem svo að ég sé útrásarvíkingur. Ég hafi farið á hausinn. Ég hafi stöðu grunnasmanns. Ég fæ ekki tækifæri til þess að fjárfesta í fyrirtækinu mínu, gamla fyrirtækinu og reka það áfram og annað slíkt. Svo kemur bara í ljós að ég var blásaklaus. Þá búið að hefta þarna einhvers konar möguleika mína til þess að geta rekið fyrirtækið áfram að ósekju. Þannig að þetta er mjög varasamt. Ég er ekki að segja að svona komi ekki til greina, alls ekki. Ég er bara að segja það að ég held að sé mjög erfitt fyrir okkur núna á þessu stigi að ætla að búa til einhverja siðferðisstaðla sem verður farið eftir sem að gilda aftur í tíman. Það nákvæmlega eins og með lögin að alltaf þegar ég og Magnús Orri setjum lög að þá gilda þau frá því andartaki sem að þau eru birt, að þau gilda ekki aftur á bak. Þannig að fólk, einhver hegðun fólks fyrir einhverju síðan, að það má ekki hafa áhrif á hvernig það hefur það í dag ef það fór að lögum og annað slíkt. En aftur á móti er ég að segja líka að það getur orkað tvímælis og orkar tvímælis að sumir aðilar komist í þá stöðu sem þeir voru í áður. En ég bara segi, ég treysti mér ekki til þess að vera dómari í þessu og ég treysti heldur ekki þingmönnum mínum til þess að vera dómari í því. Nei, og við ætlum heldur ekki að setja þetta vald í hendur að bankarnir ekki dómsvaldi og eiga ekki að taka þetta hlutverk að sér. En við erum hins vegar einhvers staðar liggur þessi lína og við vorum átt okkur á því hvar við ætlum að skera hana, því að það líka hluti að endurreisn viðskiptalífsins að annars vegar við höldum fyrirtækjunum á lífi og þau geti haft fólk í vinnu og svo framvegis, en hins vegar verðum við líka einhvern veginn að mæta þeirri kröfu almennings að hér sé byggt upp nýtt viðskiptalíf með nýju siðferði. Og hvernig gerum við það? Og það sem ég þá að leggja til að segja, menn verða þá að taka tillit til orðspors þeirra einstaklinga, því þá það kannski orðið peningaleg stærð í þessum mengi sem bankarnir verða að hafa, vegna þess að þeir verða... Það reyndar eitt í röksemdafærslunni. Þeir verða að hugsa þeir verða að hugsa bankarnir, verða að náttúrulega hámarka endurheimtur sínar og maður sjálfsögur skilur það, við eigum nú einn bankar saman og við viljum að honum gangi vel og ríkið hljóti arðsemi og þeirri starfsemi sem það er. En það eitt aðeins í þessari röksemdafærslu og það það að þetta er vissulega rétt hjá það hægt að meta orðspors áhættuna til peninga, en hver það raunverulega sem hefur áhrif á orðsporið? Það það að einhver maður út í bæ í þessu tilfelli sem þú nefndir formaður Kennarasambandsins, hann segir við ætlum ekki að fjárfesta og þá verður bankinn að meta það til fjár. Og þetta er einmitt það sem ég að segja að við getum ekki sett þetta vald að ákveða hverjir eiga að fá hlutina og hverjir eiga ekki að fá hlutina í dómstólgötum. Þessi aðili situr í stjórn lífeyrissjóðs og lífeyrissjóður tekur þessa ákvörðun og hann verður þá vega þá meta út frá sínum hagsmunum, þá vantarlega það sem sagt í lagi þá að stjórn lífeyrissjóðs hverjir taki ákvörðunum hverjir lifi og hverjir degi? Nei, þeir verða að vega þá meta út frá sínum hagsmunum og það eru þeirra hagsmunum, ég ætla ekki að setja þessi dómarasetti þar, þeir verða að vega það út frá hagsmunum sjóðfélagi allra, því að ef maður skoðar siðferðisreglur lífeyrissjóðanna þá hafa þeir vissilega nálgast þetta viðfangsefni og segja við munum ekki fjárfesta í fyrirtækjum sem... Hvað það sem við viljum? Er það þannig að við viljum að einhverjir sem hafa tapað peningum, þeir með ekki reka fyrirtæki?
einhverjir sem hafa grætt peninga, þeir með ekki reka fyrirtæki, einhverjir sem hafa stundað viðskipti erlendis, þeir með ekki reka fyrirtæki. Nei, ég vil ekki reka þann áraður, ég vil ekki... Nei, en sko það... Þetta akkúrat dómmáli, við erum sammála vandamál. Af almannaumræðinni má oft lesa þessa svona megin línu. Og við getum tekið dæmi til dæmis eins og sko, almenningsálit er eitt, en að það sé þjóðfélagum sem stjórnað eftir því, það er annað. Þess vegna er okkar að dýpka umræðina. Við eigum að dýpka umræðina og ná henni áfram. Langar þá að spyrja ykkur að þið sko, þrátt fyrir að þið vísið í að almenningsálitið sé svona en ekki hins veginn, þá er auðvitað lína í gegnum þessa umræðu sem felst svolítið í því að þetta er ennþá svolítið fyrir luktum dyrum. Af hverju að þið segir nú að þið viljið ekki leggja neinar siðferðislínur í samfélaginu hvað þetta varðar, en að leggja þá bara línu með það til dæmis að það veri sett einhvers konar lög sem að þannig að bankarnir hreinlega bara gefi það upp hvernig þeir eru að afskrifa. Við stóðum að því, ég og Magnús Orri, að samþykkja lög 16. júlí á síðasta ári, þar sem var nákvæmlega að tala þetta. Það er að það verði gætt hlutlægni, það verði gagnsæi, það verði réttlæti og það verði samræmi. Þið hafið oft sagt eitthvað svona. Nei, við settum lög. Ég veit það var oft verið sett lögum margar hluti. Þetta atriði er við held ég öll sammála og þetta þyrfti að gera miklu betur. Ég held að bankarnir séu meðvitaðir það líka núna eftir að umræðan hefur skollið á þeim bæði úr þingsölum og frá almenningi og fjölmiðlum að þeir eigi að standa sig miklu betur í þessu. Setja fyrirtækin í opið söluferli svo við getum átt okkur á því hvað er í raun og veru að gerast. Og ég hef fulla trú á því að það verið bragar bót á þessu á næstu vikum og mánuðum. Ég held að það er að minnsta kosti hefur grætt á umræðinu undanfæri. En það er eitt í þessu og það er annað að sko við stjórnmálamenn, við verðum að passa okkur mjög á því hvað við segjum. Vegna þess að eins og staðan er núna, þá hafa stjórnmálamenn og þeir sem að svona hanga utan á stjórnmálunum getur við sagt, þeir hafa staðið fyrir beinni aðför að mönnum inn í bankakerfinu sem að hafa þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir framtíð fyrirtækja þar sem þeir eru að reyna að bjarga verðmætum. Hvað ertu nákvæmlega að vísa þarna? Já, var ekki, ég man eftir, bara seinast man ég eftir þeim sem að stóðu að ákvarðanum í sambandi við Haga inn í Arion banka að það var farið að draga inn fjölskyldutengsl og annað slíkt og hvað gerist? Það sem að gerist er það að þeir sem að vinna í bankakerfinu þeir sitja með hendur í skauti og við komumst hvorki lönd né strönd með þetta þjóðfélag. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra er að koma atvinnulífi í gang og það er það sem við erum að reyna að gera og við getum gert með að þroska þessu umræðu áfram. Já, við getum gert það hraðar og við getum gert það meira. Já, það er kannski efni í annan kastljóðstótt. Það verður reglulega rætt hér einhvern veginn síðar en ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis.